Sæl og velkomin í Kastljósið síðasta þátt ársins. Við fáum til okkur í kvöld fjölda fólk sem hefur af einhverjum ástæðum verið áberandi á árinu sem alveg að verða búið. Já, meðal góðra gesta okkar verður það svo spekingahópur, 3 vitringar sem við kjósum að kalla svo hér í öðru setti aftan við okkur. Það eru þau Ágúst Einarsson, Ásdís Halla Bragadóttir og Kolbrún Halldórsdóttir og þau munu skiptast á skoðunum stóru línurnar í stjórnmálum á árinu og við treystum þeim til að vera ósammála flest það sem máli skiptir, Gísli. Já, en við reynum þá í sameiningu að rifja upp svona helstu sigra og sorgir á árinu, hneyksli og hetjudáðir. Við gerum þó enga tilraun til þess að vera tæmandi í þessum málum öllum. Það býður gamlárskvölds þegar fréttaannonarnir gera tilraun til þess. En við skulum byrja niður á Alþingi þar sem einn af þeim pólitísku atburðum sem hvað mest var rætt við upphaf ársins átti sér stað. Já, og hingað í Alþingishúsið eru komin Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðisráðherra og Össur Skarphéðinsson formaður Samfylkingarinnar. Ingibjörg, þú hefur sagt að þetta er eitt erfiðasta mál sem komið hefur inn á borði ríkisstjórnar. Þú sagðir sjálf hér fyrr í dag að frumvarpið uppfyllti dóm Hæstaréttar. Það væri samt ekki fullkomið. Ertu ekki ánægð með þetta frumvarp? Við erum að fullnægja dómi Hæstaréttar. Það er mikilvægasta málið. Og það liggur á því, við þurfum að leggja fram milljarð til að borga því fólki sem að eiga á það inni hjá ríkinu. En það er ekki nægilegt. Við erum að endurskoða allar reglur og svo nefnd sem ríkisstjórnin hefur samþykkt að fara í. Býtu, sérstu. Og við tökum við hér aftur eftir þetta og höldum áfram með aðrar fréttir. Já, Ingibjörg, það er búið að spyrja svo oft að því hvað gerðist þarna, við ætlum að sleppa því í bili, en hvernig líður þér að horfa á þetta brot sem Ég þekki bara ekki þessar konur. Nei, er þetta ekki ykkur útlendingur? Ég hef bara aldrei séð þetta fyrr. Búin að gangi endinni í lífdagi eftir að tókst þér pólitíkinni. Já, ég segi það satt, ég hef aldrei séð þetta fyrr. Og ég líti á þetta sem ókunna konu. Fúttur. Sástu þú þetta, Jónas, í beinni útsendingu? Nei, ég sá þetta ekki. Nei. Svo sem ég geti vel staðfest það sem hún segir þér sennilega einhver útlensk kona. Kom þetta ekki líka fyrir Castro? Jú, það kemur fyrir allt besta fólk. Já, lumpaðist niður kallinn þetta, eins og þessi kettlinga. Og hann hefur haldið það áfram, sko, það eru munurinn á sumum. Já, einmitt, sko, en þessi kona hélt nú eitthvað áfram, held ég. Já. Í smástund? Já, nokkra mánuði. En var þetta ástæðan fyrir þú hættir? Nei. Það var ekki ástæðan fyrir því. Nei. Ef þetta var ekki ástæðan, hvað þá kom þér til þess að taka þessu ákvörðun að hætta? Já, sko, maður byrjar einhvern tímann í lífinu og hættir einhvern tímann í lífinu. Og ég tók það ákvörðun að gefa ekki kost á mér eftir næstu kosningar eða í næstu kosningu og þá fannst mér bara rétti tíminn að hætta núna. Já. Og þú ert ekki einu það. Jónas, þú ert hættur líka í starfi sem þú gengt lengi og farsællega. Jú, ég hef nú verið í læri hjá Ingibjörgu síðasta kortiru það, hvernig maður hagar sér, hvernig maður ekkert að gera. Alltaf þú í bókmenntaröðina líka eins og hún? Nei, það er sem sagt, þetta virðist vera skelfilegt mál því að það koma börnin og barnabörnin og heimta barnapössun. Já, þannig að það er mikið á sig leggjandi til þess að forðast það. En býtu, þú segir bókmenntafræðin eins og það sé bara heilagur sannleikur, Ingibjörg. Ertu í bókmenntafræði? Nei. Ég las þetta í dagblaðinu. Var því ekki lofað í einhverjum blöðum og þú var í bókmenntafræði? Í dagblaðinu. Við náttúrulega spyrjum að leikslokum það. Það er mikið búið að spyrja þig, Jónas, núna undanfarið. Hvað ætlar eiginlega að fara að gera? Maður með fulla starfsorku, þú hefur talað eitthvað hross og svo framvegis, en það er nú ekki nógu gott svar fyrir okkur. Finnst ykkur það ekki? Nei. Hross eru ákaflega göfug fyrirbæri í lífinu og mikið virðing að umgangast þau. Ég hef nú verið síminn hefur nú verið logandi hjá mér og verið að ræða þessi máli eins og oft svona gerist. Já. Og í gærkvöldi hringdi ágætur maður í mig og bauð mér vinnu við játningar. Og það er einhver mesta tröss sem mér hefur verið sýnt í þetta er mikil ábyrgðarstaða að játna hross. Og þú ert að íhuga það núna? Nei, ég verð nú að játa það að ég tel að ég sé ekki nógu hæfur í það, sko. En þetta er ekki til að deyfa, ég geti hjálpað við deyfingarnar. Á hrossum? Já, en það þýðir kannski Þetta eru 350 kíló hver hestur, sko. Já. Þannig að þetta er feikilega mikið dæmi að deyfa þá, sko. Já, ég þarf bara að svæfi mig. Ég fór á námskeið og ég man að skáin á fjöðrinni, hann er gluggamegin. En Jónas, svona án gríns, Jónas, þá sagður í byrjun þegar þú hættir eða þegar fyrstu viðtölum birtust við eftir að þú hafðir eftir að það var ljóst að þú myndir hætta, að þú værir að hugsa annars vegar hestamennsku og hins vegar kannski nýtt stríð á vettvangi fjölmiðla. Svo hafa svona, eftir þessum viðtölum hafa verið fleiri, þá finnst mér hrossin verða minni og minni í þessari mynd. Já, stríðið stærra. Stríðið stærra? Já, það vill nú þannig til að í þessum hópi sem hafa hringt í mig,
þá hefur komið mér óvart að það eru margir sem að ég veit að hafa verið ansnúnir því sem ég hef skrifað. Sem eru samt að segja mér að halda áfram. Og ég líti á það sem einhvers svona kröfu það að fara síður í játningar heldur en ég eitthvað annað. Og hvað kemur þetta greina? Verið að ráða á mokkanum? Já, það væri nú ansið sniðugt finnst mér. Það veitti nú ekkert af að laga þess til þar. En Fréttablaðið, hefur það sóst eftir þér? Þetta eru alls saman ágætis möguleikar og ef maður stendur sér svona vel í sjónvarpi dag eftir dag, að þá kemur það náttúrulega til greina líka. Ég bíð alltaf við símann, eins og sagt er. Já, það mun líka margir sakna pislana frá þér. Þeir voru náttúrulega mjög hressilegir, þó maður væri stundum alveg öskureiður þegar maður er búinn að lesa það. En góður er hver genginn. Já, heldurðu, við þekkjum það. En Ingibjörg, hvað hefur þú haft fyrir stafni annað en barnapössun? Já, það er nú svona ýmislegt, sko náttúrulega að lifa og leika mér. Það er alveg númer 1, þú byrjar á því, tekur svolítið tími í það. Svo hefur verið mjög spennandi nefndastarfi sem nú er að ljúka, framtíðarskipan spítalamála hér í Reykjavíkursvæðinu. Og svo hefur verið að vinna fyrir velferðarsjóð barna svolítið. Og svo hef ég bara verið að klappa katlinum og skamma krakkana og svona. Mjög eðlilegir hlutir. Allt saman. En það er sem þú talaði að menn eigi að hætta, sko, menn eigi ekki að hætta í pólitík þegar þeir eru búin að lenda í svona hrakförum eins og þú lendir í fyrra árinu. Ég meina, ef við minnum Steingríms Hermannsson, hann var nú alltaf brotinn og lemstraður og hlaut mikla samúð þjóðarinnar fyrir. Já, hvenær á maður að hætta? Og hvenær á maður að byrja? Maður verður bara að finna það hjá sjálfur sér og ekki vel að láta neitt svona utanaðkomandi að trufla sig í því, sko. Það er mjög nauðsynlegt fyrir stjórnmálamenn að kunna deyja á réttum tímum og svona. Og það hefur verið mörg dæmi um það að menn hafa lifað sjálfa sig. Já, einmitt. Og hefur kannski í eftirmálanum er það erfitt. Þetta er náttúrulega spurning sem allir standa andspænis sem er á einhvern svona tímamótum. Ég heyri að þó svo þið hafið hætt á þessu ári þá eru þið hvergi nærri hætt. Takk fyrir komuna, við ætlum að halda áfram vegna þess að við töluðum við stjórnmálaleiðtogana eða leiðtoga allra stjórnmálaflokkana. Fengum að vita hjá þeim ýmislegt það hvernig þeim þótti ganga á árinu. Spurðum það fyrst hvert var svona, hverjar voru gleðilegustu stundirnar á árinu og hvaða hneyksli kannski er í svo hæst og eftir þetta gefum við til Kristjáns og veitinganna tryggja. Já, ef það var einhver skandall á þessu ári sem að risti djúpt, þá fannst mér það vera viðbrögð ríkisstjórnarinnar við öryrkjadómnum svona fram eftir árinu. Þau voru skelfileg og mér fannst að þar væri verið að sneiða af þeim sem höfðu ákaflega lítið fyrir. Það var ríkisstjórninni til skammar. Hneyksli, já, allir þessi bara ekki fyrirtæki Lína.net og svo fjáröstur sem að borgaryfirvöld hafa staðið fyrir í það fyrirtæki. Menn gá ekki að sér í sambandi við fjármálin og enda svo með því að stoppa í fjárlagagöt með því að leggjast á sjúklinga og gamla aldraða. Það eru að sjálfsögðu viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í máli Öryrkjabandalagsins, stílabréfið til Hæstaréttar og allt sem því máli tengdist. Það sem er svona verst finnst mér vera framganga Steingríms J. Sigfússonar á Vinstri grænna gagnvart því að vilja ekki taka á hryðjuverkahreiðrinu sem að hafði hreiðrað sig í Afganistan. Mér fannst það alveg ótrúlega framkoma og ég vil jafna því við eiginlega hneyksli. Gleðitíðindi, þau blandast líka sorg. Þar sem að stendur upp úr svona á seinni vikum og mánuðum eru þessir skelfilegu skipskaðar. En gleðitíðindin sem að stóðu upp úr þeim var auðvitað þessi magnaði maður sem að hékk í bókstaflegri merkingu á skipun í 3 tíma og var svo bjargað af varnarliðinu. Það var stórkostlegt. Það sem stendur upp úr að mínu mati þá nefni ég úrskurð skipulagsstjóra Kárahnjúkavirkjun. Þar var ánægjulegt að sjá faglega niðurstöðu þar sem að skipulagsstjóri og hans menn stóðu á sínu og létu ekki undan ærnum þrýstingi bæði utanfrá og innanfrá. Já, gleðitíðindin eru auðvitað mörg framfaramál í umhverfismálum, kemur kannski ekki á óvart að ég segi það. Ætli það sé ekki samkomulagið milli aðila vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins núna undir loka árs sem varðandi markmið í verðlagsmálum og þróun kjarasamninga. Við náðum að hreinsa El Grillo til dæmis og opna nýjan þjóðgarð á Snæfellsnesi og svo auðvitað Kjótósamkomulagið og ekki má gleyma nýjum samningi gegn þrávirkum lífrænum efnum í hafið en við erum svo á sjávarútvegi að það var mjög gott fyrir okkur. En einnig þær skattalagabreytingar sem ákvæðnar voru undir lok ársins og boða skattalækkanir fyrir fólk og fyrirtæki á næstu árum. Sannleikurinn er sá að þessi þjóð lifir nú í vellystingum og getur gert það áfram ef að menn taka sig á í stjórn þjóðmálanna. Já,
Hér hjá mér eru sest þau Kolbrún Halldórsdóttir, alþingismaður, Ágúst Einarsson, prófessor og Ásdís Halla Bragadóttir sem er bæjarstjóri í Garðabæ. Verið öll velkomin til okkar. Við ætlum aðeins að skiptast á skoðunum stóru línurnar í stjórnmálunum. Þarna heyrðum við nú talað hneyksli árs og gleðitíðindi, Kolbrún. Það var hart vegið að ykkur. Sif taldi vilja leysi ykkar gegn baráttunni gegn hryðjuverkamönnum vera hneyksli ársins. Ég trúi að þú sért langt í frá sammála þessu. Já, mér þykir bara mjög sorglegt að heyra Sif Friðleifsdóttur halda því fram að friðarboðskapur sem við höfum reynt að halda á lofti og standa fyrir, að hann sé hluti af einhverju sem geti talist hneyksli. En sannleikurinn er auðvitað sá að forsætisráðherra Davíð Oddsson, hann kom hneykslanlega fram þar sem hann taldi að okkar hugmyndir og skoðanir varðandi öll þessi hræðilegu mál væru óviðfeldnar og það orð situr nú í mér sem hneyksli að forsætisráðherra skyldi leyfa sér að segja að það eru leiðir sem friðar sinnar vilja fara í þessum málum öllum séu óviðfeldnar. Mér finnst það Ásdís Halla, var vegið að þínum flokksmönnum fyrir framkomunni í öryrkjamálinu líka, viðbrögðin þar? Fannst þér sú gagnrýni sanngjarn? Það var hneyksli? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er mál sem er uppgert þó að það haldi áfram vissulega eins og öll svona mál. Það sem stendur eftir þetta ár er að sjálfsögðu 11. september og allt sem við erum að fást við og allt sem við erum að ræða hér, það eru smámunir einir í samanburði við það. Eftir stendur að hinn vestræni heimur, ef maður getur orðað sem svo, glataði sakleysi sínu og við á svona stundum erum stundum að reyna að draga fram einhver mál og setja upp veröld sem er svört og hvít þegar hún er alls ekki svo. Lína Net er þarna eitt af þínum uppáhaldsfyrirtækjum, Ágúst. Geir nefnir það sem eitt af hneykslum ársins. Já, það er eitt af hneykslum ársins og ég hef gagnrýnt það og held að R-listinn ætti að passa sig verulega á því máli. En það eru fleiri mál sem er vega þyngra, eins og hér hefur verið nefnt öryrkjamálið og framganga ríkisstjórnarinnar í þeim efnum. Það má heldur ekki gleyma máli Árna Jónsens sem kom upp á árinu, sem var mikið mál og á að vekja menn til umhugsunar. Og það má líka benda á, ef við köllum það hneyksli ársins, að mér fannst mjög dapurlegt hvernig þetta allt glutraðist niður í efnahagsmálum langt fram eftir ári, verðbólgan fór upp og gengishrapið sem var og vonandi erum við bara að vinna okkur út úr því núna. Það ég held að það sé nú kannski skiptir mestu máli, en þetta voru svona hlutir sem áttu ekki að gerast með þeim hætti. Þetta var kannski í heildina svona frekar dauflegt ár, var það ekki? Maður var að fara yfir annálinn og það lítið af stórtíðindum. Ég held að sé erfitt að segja að árið hafi verið dauflegt fyrir okkur sem höfum staðið þarna í þessari iðjunni og Alþingi, því það hefur sannarlega gustað þar hafa verið stór mál í gangi, eins og öryrkjamálið var náttúrulega risastórt mál. Auðvitað hafa þessi mál sem tengjast virkjununum líka verið stór mál og úrskurður Sifjar núna daginn er náttúrulega eitt af stórmálunum hans á eftir að verða minnst sem hneykslismáls framtíðarinnar. Og svo náttúrulega þessi gífurlega erfiðu mál sem hafa steðjað við heimsbyggðinni í tengslu við þessi hryðjuverk. Svo náttúrulega má heldur ekki gleyma efnahagsmálunum hér á Íslandi og erfiðleikarnir sem eru kannski tengdir þeim og hneykslanlegt í sjálfu sér að ríkisstjórnin skuli ætla að nota breiðu bök sjúklinganna og námsfólksins til þess að stoppa það í einhver fjárlagagöt. En á sama tíma má segja, menn eru að nefna það að þetta séu hneyksli hér og þar út árið, að það eru tvenn stórtíðindi sem að gerðust í lok þessa árs. Umhverfisráðherra felldi mjög faglegan úrskurð varðandi Kárahnjúkavirkjun, mjög góðan úrskurð, sem ég held að muni leiða til miklu meiri sáttar það mál en menn höfðu búist við. Og svo er það náttúrulega stærstu tíðindin og bestu tíðindin sem ég tel, og það er að sjálfsögðu barátta samtaka atvinnulífsins og ASÍ í samvinnu við ríkisstjórnina gegn verðbólgunni. Og ef við nú tökum á því að þá er það náttúrulega mikið fagnaðarefni. Stendur þetta upp á sveitarfélögin líka að standa sig, ekki sant? Það gerir það, hvort sem það er Reykjavíkurborg eða önnur sveitarfélög að halda að passa sig og það er kannski svolítið gaman að sjá, þó þetta sé leiðilegt að sjá hvað verðbólgan er há á árinu, þegar við erum að tala um 7-8% verðbólgu. Það er ekki langt síðan það er þótt lág verðbólga og það er ekki nema það bil 10 ár eða svo síðan að ég og mín kynslóð kom út á atvinnumarkaðinn og þá vorum við að tala um 1-2-3% verðbólgu sem aldrei áður hafði þekkst. Nú er 7-8% hátt sem áður var mjög lágt. Þannig að kröfurnar sem við erum að gera í efnahagsmálum eru sem betur fyrir orðna miklu meira. Við fáum tækifæri til að ræða svolítið meira þetta á eftir. Við skulum láta þessu lokið rétt í bili og gefa aftur yfir til Gísla og Evu. Já, til okkur eru komnir 2 menn sem eru umsvifamiklir í viðskiptalífinu. Þetta eru Friðrik Pálsson og Þórólfur Árnason. Velkomnir báðir 2.
Friðrik, áðan þegar stjórnmálamennirnir voru að tala hneyksli ársins, þá var enginn sem minntist á að salan á Landssímanum væri hneyksli ársins. Varstu hissa á því? Nei, ég var aðalega bara hissa á því að skyldu finna svona mörg hneyksli. Ég mundi ekki eftir því bara þegar ég fór að hugsa tilbaka að það hefði verið neinn stór hneyksli ár. Mér finnst þetta ár verið afskaplega svona slétt og fellt ár og gott ár. Og kannski er ég bara svona gleymin, en þetta kom mér svolítið óvart. En þið voru svolítið með vindinn í fangið í þessu máli? Með sölu á símanum? Já, voru það. Hins vegar eru sko svona hlutir gerast nú einu sinni þannig að það er sko þó að komi einhver dagur sem heitir gamlársdagur og nýjársdagur, þá er það bara eins og hverjir aðrir dagar í viðskiptum, svo kom bara aðrir dagar og úr því að við seljum ekki fyrir áramót, þá seljum við bara eftir áramót. Þórólfur, þessi viðskiptaheimur á Íslandi, fjarskiptaheimurinn var svona mjög, ég get notað það töff heimur í byrjun ársins. Er hann alveg jafn flottur núna undir lokin? Já, þetta hefur verið erfitt, en við hjá Tali við lifðum mjög gott ár. Við erum að skila 700 milljónum króna í hagnað fyrir fjármagnsliði og afskriftir. Og það telst mjög gott í rekstri, ekki lengra komin en þetta. Nú, við tókum á okkur að búa til samkeppni í þessari grein sem hefði verið í einokun í 100 ár. Og það hefur tekið á, en við höfum ekkert verið að súta það, okkur ekki gaman að því. Standið ykkur bara vel. Já, þakka þér og nú skallar hann. En við höfum líka tekið á og við byggum til ákveðið sparnaðarátak í ár hjá Tali og við skiluðum mjög aukinni arðsemi á rekstrinum. Og það er nú einu sinni bara það sem talar. Stigataflan í viðskiptum er nefnilega peningar. Það er ekki forsíðufréttir í glanstímaritum eða illar fréttir þegar illa gengur. Eða viðtöl í áramótaþáttum? Nei, það skilar ekki stigatöflunni. Og við erum nú einu sinni bara metin við verkamenn á þessum akri eins og aðrir eftir verkunum. Og við höfum verið lánsöm í ár, en það er líka mikið lán yfir því að fá að vinna á þessum vettvangi. Skemmtilegt. Almennt viðskiptalífið, hver var stóra fréttin í íslensku viðskiptalífi á árinu? Ég held að stóra fréttin í viðskiptalífinu á árinu hafi kannski verið svo að við ætlum að komast út úr þessu ári þrátt fyrir allar hrakspár á miðju ári og seinnipartinn á árinu þannig að verði engin stórkostleg áföll. Er það alveg mjúka lendingu? Já, ég held að við tala frekar mjuka lendingu eftir tiltölulega erfitt aðflug, svo við notum þá áfram þessa líkingu. Hann kom á flugvöllinn, heiður. Já, við förum þangað næst. Já, það er blað það. Ég held að svona almennt talað þá auðvitað var fullt af hlutum að gerast bæði góðum og slæmum, en svona það er engin að mínum að þetta er stórkostleg tíðindi á árinu. En Þórólfur? Já, mér finnst sko, ég hef nú starfað töluvert hjá Verslunarráði í ár og er þar í stjórn og þar er raunverulega átakið núna að gera gott betur. Og það eru margir að gera það mjög gott. Atvinnulífið hefur sparað mjög í sínu rekstri. Ég vil fara að sjá ríkið spara líka. Okkur tókst að spara á skemmtilegan hátt. Við vorum bara með skemmtikvöld og höfum ýmsar áherslur og ýmsar sniðugar tillögur sem kom út í því. Við hentum engum út á götuna og byggum ekki til neitt skjólvegg fyrir framan okkur til þess að spara. Þetta er fínt áramótaheit, gerum gott betur. Mér finnst það og af hverju ekki gera það? Menn óttuðu svolítið gjaldþrot og einhverjar fréttir koma af gjaldþrotum. Jú, það er nú einu sinni þannig að það taka á og það fari líkamsrækt eða styrkja sig, það er átak en það er líka skemmtilegt. Og það á ekki að þurfa að vera leiðinlegt. Þið voru næstu flognir út á flugvöll áðan fyrir þú varst mjög áberandi í flugvallarumræðinu sem fór fram í vor aðallega. Þar varstu að tala fyrir ákveðnum sjónarmiðum. Var það eitthvað sem að heillaði þig? Hefur áhuga á að ganga inn á hinn pólitíska vettvang? Mér fannst aðalega bara geysilega gaman að þessu vegna þess að þetta var þarna endurspegluðist dálítið svona mismunandi öfl. Ég held að eftir á að hyggja þá finnst mér kannski það sem hefur staðið upp úr eða vonandi verði það sem menn muni eftir er að við reyndum að leggja áherslu á það að Reykjavík er höfuðborg landsins, hún er höfuðborg allra landsmanna og hagsmunir Reykvíkinga er ekkert endilega bara bundnir við 101 Reykjavík, bara miðbæinn og að höfuðborgin er eitthvað sem við þurfum að horfa á í heild og borgarstjórinn í Reykjavík eins og ég stakk nú að Ingibjörgu Sólrúnu í einhvernum þætti er líka borgarstjórinn í höfuðborgin okkar og það var það sem ég fannst svona standa upp úr. Svo unnum við náttúrulega kosningarnar og flugvöllurinn á að vera en svo var að vísu leikreglunum breytt eftir á og það líka okkur svona aðeins verð en við förum aldrei ofan á því við unnum. Þetta er skemmtileg sögurskoðun hérna. En við lendum ykkur hérna á þessum flugvallamáli. Takk fyrir komuna báðir tveir. Við ætlum að gefa yfir til Kristjáns og vitringanna þriggja. Já, þakka ykkur fyrir það, Gísli og Eva. Ég ætlaði að spyrja spekingarna þrjá, það var mikið umrætt einmitt þetta fall Ingibergar Pálmadóttur sem við sáum hérna í upphafi og menn veltuðu mikið fyrir sig hvort þetta hefði einhver pólitísk áhrif þar að segja að Össur sást þarna hoppa frá að verða hræðslulegur. Hvað haldið þið? Haldið þetta hafi haft einhver áhrif á hans gengi Samfylkingarinnar, Ásdís Halla? Það hefði kannski haft áhrif ef hann hefði gerst mikill heiðursmaður og gripið hana. En Samfylkingin hefur ekki náð flugi, hún hefur aldrei náð flugi.
Össur talar alltaf um það að það sé mikilvægt að toppa á réttum tíma. Samfylkingin mun ekki toppa undir hans forystu. Þannig ég ekki viss um þetta það er klippt og skorið. Og ég ekki viss um að það hafi ljósið þess haft nein áhrif. Ágúst? Já, þetta náttúrulega ekki skrítið frá Ásdís að heyra þetta, en ég held að þessi atburður hafi ekki skipt neinu máli. Honum brá þarna og það gat komið fyrir alla og ég nú ekki sammála því að Samfylkingin sé á einhverju niðurleið, hún búin að eiga gott ár. Þú getur varla sagt hún sé á uppleið. Nei, hún búin að safna sínum vopnum, hún komið með skýrari stefnu svolítið en áður, hún farin að tala skýrara og það ennþá 1,5 ár í kosningar og Össur fékk góða kosningur. En það samt að biðja eftir stefnunni í niðurstöðu postkosningar? Nei, það búið að taka Evrópumálin alveg sérstaklega fyrir eini flokkurinn sem gera það með þessum. Með því ákveða að verði postkosningar? Nei, með þessu lýðræðislega hætti að það ekki eins og í Sjálfstæðisflokknum sem bara ein rödd og við vitum allir hver sú rödd og það ekki rödd Ásdísar Höllu. Þú sást greinilega ekki á landsfundi. Nei, því miður, en við í Samfylkingunni, við erum búin að móta stefnu í öllum þessum málaflokkum og við erum að uppskera líka á réttum tíma. Getið ekki lært að kollu á þeim, daldið? Getið ekki lært að kollu hérna í því hvernig að... Við getum náttúrulega litið á árið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið sig nokkuð vel, Framsókn hefur áhyggjur, Vinstri græni geta verið mjög ánægðir með árið. Samfylkingin svona málum blandið og við teljum hins vegar að næsta ár þá sé fyrst sveitarstjórnarkosningarnar og síðan kemur í ljós hvort að þessi málflutningur höfði til fólks eins og við höldum. Reynslan verður að dæma þetta, ekki einhvernagjafi núna á þessari stund. Varðandi þetta meðan Össur, þá held ég að það sé ekki hægt að ætla þjóðinni það að hún láti svona lagað hafa áhrif á sig. Mér fannst þetta, ég var nú að sjá þetta í fyrsta skipti núna áðan, þetta atvik og mér fannst þetta bara mjög dramatískt og ég held að allir hljóti hafa upplifað það þannig. Það er bara sorglegt þegar svona gerist og fólk auðvitað bregst við hver á sinn hátt og þetta var einhvern veginn ekkert sem að fólk gat séð fyrir eða hugsað út viðbragðsitt við þessu. Varðandi síðan velgengni og ekki velgengni, þá náttúrulega hafa allir flokkarnir verið að halda landsfundina sína á árinu og ég held að allir flokkarnir hafi meira eða minna verið að ganga í einhvers konar endurnýjun. Samfylkingin hefur auðvitað átt í þessum erfiðleikum, þau hafa átt erfitt með að finna sig, þau hafa átt erfitt með að finna sinn samhljóm. Ég kenn ekkert Össur það og ég held að það geti í raun og verið enginn kennt forystumanninum það. Þau hafa bara ekki náð nægilega vel saman. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði höfum borið gæfu til þess að vera samstíga. Okkar litli þingflokkur, 6 þingmanna ásamt með náttúrulega þeim sem að standa næst okkur. Við höfum náða að vera samstíga, að það hefur verið gaman hjá okkur, við höfum verið í mjög öflugu flokkstarfi og þannig hefur gengið vel og það skilar sér auðvitað út í verkin okkar. Gott og vel, takk fyrir þetta í bili og við ætlum að skipta aftur til Evu og Gísla. Þau eru komið með 2 góða gesti til viðbótar. Rétt, Kristján, það ekki hverju ári sem að Íslendingar komast til einhverja metorða í Hollywood en það gerðist þá á þessu herrans ári að við tölum þetta svona. Og hérna eru mennirnir hjá okkur sem að settu fótinn inn fyrir dyrnar. Það er vestra, þetta er Ingvar Sigurðsson og Sjón. Ingvar leik í stórri kafbátamynd, stórt hlutverk að ég hygg og Sjón var tilnefndur til Óskarsverðlauna. Velkomin báðir tveir. Já, takk. Ingvar, ef við byrjum á þér. Þú ert í þessari mynd með Harrison. Og hérna, við hittum þig á Leifsstöð á leiðinu út og þá vissið þú í rauninni ekkert það hvort að þú verið bara klipptur út úr myndinni einhvern tíma síðar eða hvað. Hvernig verður þetta þegar við fáum loksins að sjá hana? Já, nú er ekki rétt að spyrja mig. Ég veit það í rauninni ekki, sko. Þú gætir ennþá verið orðið klipptur út? Já, ég meina það er ennþá verið held ég að það er ekki búið að loka myndinni, það er ennþá verið að sýna hana, pröfa hana svona á einhverjum held ég. Og mér skilst reyndar síðast í gær frétti ég að væri verið að taka upp nýja senu eða að endurtaka einhverja senu. Þú varst ekki boðaður? Ég var ekki boðaður og það var rosalega spældur. Það lítur nú ekki nógu vel út. En jú, þetta er stór mynd og held ég og stóra stjörnur hérna en svo að það til að fyrirbyggja allan misskilning þá er hlutverk mitt örsmátt. Það er örsmátt? Já, og jafnvel orðið smærra og ég vona það hverfi ekki alveg en ég allavega vona því að ég birtist þarna 30 sekúndur eða svo. Þá munum við flykkjast í bíóhúsin. Já, bara fyrir þessar 30 sekúndur. En gætu við ekki hérna á Íslandi allavega að fengi senurnar með þér og þetta sýna það á undan myndinni? Jú, ég vissum að þetta koma því í greið. Tölum bara við Sigurjón. Tölum bara við nafna minn það. Já. En Sjón, þú birtist í eitthvað aðeins minna en 30 sekúndur þegar við horfðum á Óskarsverðlaunaafhendinguna í sjónvarpinu. Þú varst þarna tilnefndur fyrir texta við lag Bjarkar en þú gerðir textan ásamt Lars von Trier. Var þetta mikið samstarf ykkur á milli? Já, við unnum heilmikið saman, ég og Lars. Hann er náttúrulega höfundur þessara myndar og á þessar persónur og þennan söguþráð. Og ég er þarna náttúrulega bara eins og hvert annað tæki í hans höndum. Skrifa þarna inn sem sagt söngtextan, af því að þetta er söng- og dansamynd.
og ég þurfti að vera trúr karakternum sem að syngja. Þetta þarf að koma í réttu samhengi við það sem undangengið og flytja sögutráðina áfram. Þetta var heilmikil dramatísk vinna. Og hann auðvitað stjórnaði þessu með sinni styrku hendi. Þú svo verkmaður bara? Já, og þannig það náttúrulega þegar maður gerir kvikmynd. Það leikstjórinn sem þar guð og ræður öllu. Meðan það svona allavega ætlast til þess. En hvernig var þetta svona, þið báðir bara? Hvernig að vera í félagi við þetta fólk sem að vinna þarna út í þessum stóra kvikmyndaheimi? Byrjum á þér, Ingvar. Já, þetta nú kannski svolítið skrítið fyrst að vera með fólki svona eins og ykkur sem sjáist á skjánum á hverju kvöldi næstu því. Okkur og Harrison Ford. Þetta nokkur Harrison, já. En svo verður þetta svona hversdagslegt eftir nokkra daga. Já. Já, þegar maður stendur í þessu á hverjum degi bara farið vinnuna á morgnana langt fram á kvöld og þetta eru miklir garpar og mikil vinnusemi þarna og meiri heldur en á Íslandi og komið bara óvart. En hvað komið mest á óvart svona á tökustað? Já, það sem komið svolítið á óvart var í rauninni að ég held að standi varla stafur af handritun eftir eins og ég fékk það upphaflega. Því að það breyttist alveg stöðugt og mér fannst þetta, það voru tæknilegir ráðgjafar með okkur og það er alveg tæknilega atriði. Varðandi kafbátinn. Þau breyttust mjög mikið. Nú, ég meina, ég fékk nýtt hlutverk til dæmis og menn voru reknir og maður þurfti svolítið að hugsa það að ná athygli leikstjórans og vera, já, það var alltaf power game, fannst mér. Já. Já, og því liti til var það öðruvísi, en öðru liti fannst mér þetta eins og að búa til, bara venjulega vera að búa til kvikmynd, þó þetta væri aðeins stærri sniðum. Sjón, þetta heimur sem að þú myndi vilja tilheyra öllu jöfnu? Nei, ég náttúrulega fyrst og fremst bara maður sem hefur gaman að því að sitja á Eyrarbakka og skrifa skáldsögur. Og hins vegar þetta ágætis holiday fyrir svoleiðis mann að komast í tengsl við hinn furðulega heim kvikmyndana og að setjast niður með manni eins og Lars von Trier viku eftir viku og í litlum sumarbústað og þar sem hann eldar oní mann og fer svo út með ruslið sjálfur. Það er náttúrulega alveg yndislegt. Þannig að ef þetta væri alltaf þannig þá er ég alveg til í að taka mér litlu frí frá öðrum ritstörfum. Þannig. Þannig að við látum þessu lokið. Já, það er þess að frægum menn frá Hollywood, þakka ykkur alveg fyrir komuna og snúum okkur aftur að stjórnmálaleiðtogum okkar og í þetta skipti spurðum við þá hvað var best fyrir þinn flokk og hvað var verst fyrir þinn flokk, sjáum það. Besta var örugglega landsfundur Samfylkingarinnar. Hann tókst frábærilega, mér fannst að þar væri grasrót vinstrivængsins öll samankomin. Út úr honum komu mjög sterk málefni og sérstaða auðlindir, Evróp og lýðræðismál, tróðfullur fundur. Já, það var örugglega besta. Nýir menn, nokkri til forystufallnir. Það nú það góða. Þegar við gátum litið tilbaka og hort á þann árangur sem að 10 ára valdaferill Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórna Davíðs Oddssonar hefur skilað. Það var mjög gott hvað tókst vel til að endurskipuleggja flokkstarfið. Það var mjög vellukkað með við nýja kjördæmaskipan. Þannig að við erum tilbúin í slaginn fyrir framtíðina. Og einnig hinn velheppnaði landsfundur sem að flokkurinn hélt í haust, þar sem meðal annars náðist bærileg sátt sjávarútvegsmálin. Best myndi ég telja að við höfum notað árið vel til að byggja okkur upp, stofnað fjölda flokksdeilda og gefið út rit áherslur í einstökum málaflokkum og þar fram eftir göttunum. Og ef ekki segja að það versta hafi þá verið að það skildi ekki vera kosningar. Já, það sem var nú verst fyrir Samfylkinguna, ætli það hafi ekki verið þessi skelfilega skoðanakönnun sem að DFF gerði beint ofan í landsfund annars stjórnmálaflokks og við fórum nú skelfilega út úr því og vorum lamdir eins og fiskar með þessari könnun held ég í öllum fjölmiðlum í 2-3 vikur meðal annars hjá þér. Við höfum leitt hér atvinnusköpun og hlúða barnafjölskyldum með feðraorlofi og hækkun barnabóta en þrátt fyrir það þá höfum við ekki notið þessi nægjanlegu magni í fylgi þannig að þetta þykir mér ekki gott. Verst, það svo sem erfitt að henda reiður á því. Það auðvitað erfitt alltaf fyrir stjórnarflokka þegar það er niðursveifla í efnahagslífinu eins og hér hefur verið síðustu mánuðina. En það stendur nú allt til bóta og horfið til betri vegar. Já, við erum komin hér aftur, spekingahópurinn mikli. Davíð Oddsson hafði setið 10 ár á stóli í sumar, lengst allra forsætisráðherra samfellt. Er staða hans, finnst ykkur, sterkari núna heldur en hún var til að mynda á þessum tíma fyrir ári?
Það er vel ekki að spyrja þig. Við byrja hinum vængum núna og hafa stuðsvör. Ég held að staða Davíðs sé mjög sterk, alveg ótvíræð ennþá og hún er náttúrulega veikari en var fyrir árið síðan. Veikari? Já, það er efnahagsmáli sem gera það en það er hins vegar ef að þetta gengur upp með þetta samkomulag við aðila vinnumarkaðarins og maður eiginlega meta það svolítið eftir hálft ár. Ég held að þetta geti farið á báða vegu. Staðan hans er veikari en hann getur alveg vel við unnað. Já, ég get tekið undir þetta með Ágústu vegna þess að Davíð er greinilega ekki eins svona hughraustur og borubrettur eins og hann var fyrir einhverjum árum. Ég held að efnahagsástandið geti átt eftir að verða þeim þungur baggi og atvinnuástandið í raun og veru líka og auðvitað er þessi mistök sem þeir hafa verið að gera varðandi byggðastefnuna auðvitað skelfilegur kross að bera og af því að Sif var nú að undrast það að þetta ár hefði nú ekki verið þeirra ár í skoðanakönnunum þá held ég að þau verði nú svolítið að líti í sinn barm með það sko að fólksflóttinn af landsbyggðinni hann hefur náttúrulega hangið þeim þungt háls. Er byrjað að fjara undan formanninum heldur? Nei, alls ekki og það sem ég held að skipta akkurat máli sem að kannski menn taki ekki nægilega mikið tillit til að þegar að það árar illa og sérstaklega þegar eru erfiðar utanaðkomandi aðstæður að þá hefur þjóðin aldrei jafn mikla þörf fyrir eins sterka forystu og fyrir eins sterkan forsætisráðherra og leiðtoga og þess vegna held ég að þetta umhverfi sé ekki síður til þess fallið að styrkja Davíð Oddsson og hann er aldrei betri kannski bæta ég við að Davíð er aldrei betri en þegar á móti blæs ég ætla ekki að hugsa til þess hvað gerist þegar Davíð hættir vegna þess að ég vona að það verða alls ekki strax og jafnvel menn sem að gagnrýna Davíð Oddsson þeir geta ekki nefnt hver gæti staðið sig betur við þessar aðstæður eða hver ætti að taka við þá. Það kemur náttúrulega alltaf maður í manns stað og þá við Sjálfstæðisflokkinn eins og aðra en það sem hefur kannski vantað best og verst hjá stjórnmálaflokkunum það kannski hafi ekki verið rætt nógu mikið þessar breyttu aðstæður sem gerðist í kjölfar atburðanna 11. september. Það er að segja hvernig pólitík á Íslandi líka breytist, hvernig nýjar áskoranir geta orðið heims áskoranir til dæmis gegn mengun eða gegn hungri. Þetta finnst mér enn vanta í gegn hryðjuverkum sem er byrjuð á. Eða varnir landsins, hvernig eigum við að efla þær og styrkja nú? Þessi umræða þarf að endurspeglast miklu meira inn í íslensku flokkunum og þarna hafa menn einfallega sofið á verðinu. Þeir eru svolítið lengi að taka við. Já, þarf að gera það betur en erfiðleikarnir hjá Davíð eru auðvitað þeirra, hann hefur ekkert verið að taka almennilega á þessum málum. Hann kemur með eignarlínu komment þegar mikið liggur við, þegar hann þarf að birta sig, þá kemur hann í pontu í þinginu, segir eitthvað mjög svona banalífilegt og Sjálfstæðismenn klappa og maður er alltaf jafn hissa á því að þið skuli fá 40% í öllu skoðanakönnunum sem þið gerðu. Skiljum þetta eftir og skiptum aftur yfir til Gísla og Evu. Já, í ár fóru 2 íslenskir keppnismenn á Parken í Kaupmannahöfn. Sá sem á undan fór, sá fyrri vildi fá mörg stig en fékk 3 en sá sem fór á eftir vildi 3 en fékk engin. Þetta að sjálfsögðu Atli Evaldsson, landsliðsþjálfari í knattspyrnu karla og Einar Bárðarson, höfundur lagsins Angel eða Birta. Verið velkominni báðir tveir. Takk fyrir. Einar, það var Birta yfir árun hjá þér en samt líka svona einhver óveðurský sem að hrönnuðust upp á tímabilum. Já. Er þetta þín sýn á árið? Skín og skúrir. Er þetta líka þín sýn á árið? Já. Maður þurfti að takast á bæði svona jákvæða og neikvæða strauma og hvort að tekja svona áskorun út af fyrir sig. Var þetta ekki bara skemmtilegt þegar þú lítið tilbaka? Jú, það var nú bara vill nú þannig til að maður svo séður, eða frúin mín öllu heldur, og við tókum þetta ævintýri allt saman upp á svona stafræna myndavél sem við eigum og vorum svo að leika okkur núna í haustu það að klippa þetta saman og gáum þessum 20-30 manna hóp sem fór með okkur út svona lifandi myndaalbúm úr þessu öllu. Þetta var náttúrulega 3 mánaða ævintýri, mikil vinna sem allt þetta fólk lagði á sig fyrir okkur og með okkur og við vorum sammála um það þegar við vorum að horfa á þetta. Þetta hefði verið alveg einstakt ævintýri, mikið gaman. Hvernig endar þessi mynd sem við byggum til? Hún endar bara þarna á Parken. Bara í gleði og hamingju? Já, svona en ég minna það vita allir hvað tók við. En þetta, eins og ég segi, það sem stendur upp úr var náttúrulega bara ævintýrið að vera með. Og svona þegar maður lítur aftur svona tilbaka þá var náttúrulega bara að hafa gaman af því og hafa svolítið gaman af því hvernig þetta fór allt saman fram og þetta var náttúrulega ótrúlega tafari, kannski svona þegar maður lítur tilbaka síðan á árið í heild sinni og þessar hörmulegu atburði í Bandaríkjunum og svona, að þá kannski vera svona mál eins og með textan og svona og þessi átök öll svona vera svona hálf hjákátleg en það var nú svona barátta sem ég baði ekki að taka þátt í og eitthvað svona sem maður dróst bara inn í. Já, Atli, það bjóst kannski enginn við sigri á Parken gegn Dönum en menn bjóst ekki við... Já. Eva bjóst við sigri en flestir bjóst kannski við því að við myndum svona kannski ná jafntefli en ekki þessi skellur. Nei, auðvitað, það maður fer aldrei út í neitt
og vonast þetta býst við skelli. Við fórum með það hugarfar, við ætluðum okkur og við vildum, okkur langaði alla, en það gekk ekki eftir og þetta var svona áfall. En það eru eins og oft í þessu, áföllin eru nokkur en gleðistundarna margar og þegar svona í lítið yfir árið þá eru fleiri gleðistundir heldur en þó að þetta séu ofsalega erfið stundir. Hérna í gamla daga þegar Íslendingar töpuðu 14-2 í parkinn þá svona læddist landsliðið heim og fór nánast huldu höfði. Þurftu þið að beita einhverjum slíkum trixum? Nei, við erum konið með eitt. Það er hérna, held ég, tillaga, mjög góð tillaga varaformann Knattspyrnusambands Íslands, Halldór B. Jónssonar. Hann er alveg til og ég líka, við erum að vinna öllult af því að koma inn í skólana það að þessi tveir leikir séu bara ævintýri eftir H.C. Andersen. Og ég held að við leysum þetta á þann aftur. Setja í kennslubækurnar. Setja þetta í kennslubækurnar. Þannig að við erum alveg að hætta að tala um þetta og við erum bara að einbeita okkur á næstu törn. Varst þú ekki voða fegininn þegar þú fylgdist með og fagnaðir ekki hverju marki sem Danirnir skoruðu til þess að þín útreið á parkinu ekki svo verst af árinu? Nei, ég get ekki tekið þátt svoleiðis. Nei, þú getur það ekki, nei. Svo skal böl bæta af alltaf? Já, þetta eru svona mismunandi leikir, hvort tveggja. Ég held að ég hafi nú verið bara erlendis þegar þessi leikur átti sér stað. Já, og ekki Þannig að ég tók ekki alveg þátt í þessu. En ég tók mikið þátt í tékkaleiknum sem ég er mjög ánægður með. Já. Hérna, hvernig er það allir? Það náttúrulega þarf að setja svona leiki bara bak við sig og horfa fram á veginn. Og hvað er að gera hjá landsliðinu á næsta ári? Núna við erum nú að fara út til Kúveit og Sádi-Arabíu núna 5. janúar 2002. Þá förum við í 6-7 daga ferð. Spilum í Kúveit 8. janúar og 10. janúar spilum við Sádi og það eru margir svona, þegar fréttu að verðum að fara þangað, þá urðu margir svolítið skelkaðir en við teljum að ef það er eitthvað ég heldur sem ég á byrju öruggari þar heldur en í London. En þetta skýtur ykkur ekki skelk í tá? Ekki skelk, nei. Það gerir það ekki, það er aldrei verið. Það er plastmenningar svona slóðan? Jú, svo er aldrei að vita en við finnum þennan mest eftirsótta, það getur vel verið að sé að horfa á leikinn. Það er velun fyrir það. Velun fyrir það. Takk fyrir það kærlega. Takk sem leiðis. Það er óvægt að segja að þið hafi verið eins og það var orðað í ágætulegi KK og Magnúsar eru svona kóngar einn dag en síðan þann næsta þá er ekki jafn gott gengið en það eru fleiri dagar. Það eru fleiri dagar. En það voru nokkrir kóngar einn dag eða fleiri líka á árinu og við spurðum stjórnmálaleiðtogann okkar hverjir hefðu skarað fram úr árinu, hverjir væru hetjur þessa árs, við skulum sjá þeirra svör. Mér dettur í hug Ólafur F. Magnússon læknir sem reis upp gegn skapara sínum og sagði skilið við hann. Ég kynntist ungum dreng úr Vestmannaeyjum, 15 ára, kom til mín í starfskynningu á árinu. Hann hafði orðið fyrir því ólán að vera blindur og fyrir mér þá var hann svona hversdagshetja. Hann vildi vera fyrsti blindi þingmaðurinn. Ég bauð honum á landsfund Samfylkingarinnar og ég held ég hef ekki heyrt magnaðri ræðu en sem hann flutti yfir troðfullum sal á landsfundunum. Hann heiti Bergvin Oddsson. Ég hef ekki að segja að maður ársins sé íslenski sjómaðurinn sem þrátt fyrir verkföll og lög er óumdeildur heimsmeistari í afköstum og leggur grunn að efnahagslegri velmegun þessar þjóðar umfram alla aðra. Það er Kristín Rós Hákonardóttir. Hún er frábær íþróttamaður og ég held að hún sé mjög góð fyrirmynd ungs fólks. Þannig að ég styð hana. Já, ég held að þeir séu tveir. Í fyrsta lagi sigmaðurinn sem bjargaði skipverjanum á Svanborgu í desember og svo að öðru leyti einnig skipverjinn sjálfur, Eyþór Garðarsson, sem sýndi fádæma þrek við þessar hrikalegu aðstæður. Já, þarna heyrðum við þetta álit stjórnmálamannanna. Kolbrún, hver er að þínum að þetta er svona stjórnmálamaður ársins? Já, Þetta er einhver í hug? Það koma 2 menn reyndar í hugan. Já. Mér hefur þótt afskaplega gott að fylgja Steingrími J. Sigfússyni þetta ár. Hann hefur verið í essinu sínu sannarlega. En reyndar kemur einn stjórnmálamaður upp í hugan líka og það er einn af, ég held, vönduðustu þingmönnum sem Íslendingar eiga og hann heitir Jón Kristjánsson og starfar nú sem heilbrigðisráðherra. Ég sakna hans reyndar úr sæti formanns fjárlaganefndar. Ágúst. Steingrímur hefur verið öflugur, já. Ágúst. Já, mér finnst Ingibjörg Sólrún hafa staðið sig afburða vel í ár og mér finnst Össur hafa unnið vel út úr sinni stöðu. Mér finnst Guðni til þess að hafa staðið sig vel líka í Framsó og Steingrímur verið góður fyrir sinn hatt. Af sjálfstæðismönnunum þá finnst mér Davíð vera eini maðurinn sem þar nær virkilega góðu máli. Það er eins og aðri falli þar alveg í skuggan. En það er ekkert eitt sem er einhvern veginn albestur.
Það engin einn albestur sammála því Ásdís Halla eða hvað? Nei, það einn alveg langbestur. Þetta var frekar fyrirsjáanlegt. Það svo auðvelt fyrir þau í Sjálfstæðisflokknum. Hver, það Geir Haarde eða hvað? Geir Haarde frábær og Björn Bjarnason frábær. En það einhvern veginn einn sem búinn að vera maður ársins í alveg ótrúlega langan tíma og það Davíð Oddsson. Og svo eru nýjir menn að koma inn eins og Jónmundur Guðmundsson, hann sigraði glæsilega á Seltjarnarnesi og það svona fólk sem maður mun fylgjast með á næstu árum. Og svo ekkert að tala stjórnmálamann ársins á þess að nefna einn útlenskan og þá myndi ég tala George Bush sem að koma öllum á. Það var líka fyrirsjáanlegt að þinni hálfum. Þá myndi ég vilja nefna Kristínu Halvorsen sem að sigraði nánast norsku kosningunum fyrir Sósíalísk Venstrepartí. Áttu veitur okkur líka, Tony Blair náttúrulega. Þetta allt saman eftir bókinni. En megum við ekki svara svona yfir höfuð hverjir skurðuðu fram úr árinu? Nei. Má ég ekki segja skipulagstjóri? Jó, þú mátt segja það fyrst þú skaust til þess. En ég ætla að fá að þakka ykkur bara fyrir komuna. Við verðum að láta þessu lokið. Tíminn hlaupið frá okkur. Þakka ykkur einlega fyrir. Óskum ykkur gleðilegs árs. Og við ætlum að þessu loknu að fá að heyra áramótakveðju stjórnmálaleiðtoganna. Já, ég vil þakka stuðning og samstarf á líðandi ári. Einnig vil ég óska Íslendingum gæfu og gleði á komandi ári. Gleðilegt ár. Svo vil ég leyfa mér að nota þetta tækifæri til að senda öllum flokksmínum og baráttufélögum kærar kveðjur með þakkir fyrir samstarfið á árunum sem að líða og góðar óskir gott nýtt ár. Já, ég vil óska öllum gleðilegs nýs árs og vona að næsta ár verði jafn gott, ef ekki betur en það sem að líða og að allir geti haft eitthvað fyrir stafni, atvinnu og fjölskyldun líði vel. Gleðilegt ár. Ég vil nota tækifærið og þakka landsmönnum fyrir hönd Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs fyrir samfylgdin á árinu og góðan stuðning og óska landsmönnum öllum farsæls nýs árs sem ég vona að verði okkur öllum gott og gjöfult. Við Íslendingar höfum allt til þess að gera þetta samfélag enn betra. Við þurfum meiri jöfnuð, meiri samhjálp, en við þurfum umfram allt trú á okkur sjálf. Möguleikarnir eru miklir. Gleðilegt ár, kæru landar. Já, þá ekkert annað eftir en að kveðja. Við ætlum líka að þakka gestum okkar í kvöld kærlega fyrir og líka gestum okkar allt árið sem eitthvað á annað þúsundið fyrir góða samveru hér og skemmtilegt spjall allt þetta ár. Og þakkum svo líka eigendum sjónvarpsins fyrir mikla uppörfun og góðar ábendingar og haldið endilega áfram. Áhorfendum. Kastljósið verður næst 2. janúar ef mér telst rétt til en það ekki annað eftir en að óska gleðilegs árs og þakka fyrir það sem liðið Verið sæl. Gleðilegt ár. Og við tökum undir góðar kveðjur þeirra